Á dögunum fórum við G10-bræður á Þorlákshöfn eða þar svona í næsta nágrenni og kíktum á motocrossbraut og sáum hvernig það að taka í svona svanalegt kvikindi. Já, fyrir alls ekki svo lengur kom út leikurinn MX vs ATV Reflex. Þarna á ferðinni motocross-leikur sem ansi harður og okkur fannst í kjörið að kíkja aðeins á svona motocross harða menn hérna á Íslandi og fengu það til einn fremsta motocrossar landsins. Má ég segja það? Já, má segja það. En það hérna Gulli, þú ert búinn að vera hérna í motocross hvað lengi? Ég er búinn að vera síðan 4 ára, þannig að það eru komin 16-17 ár núna. 4 ára, fínt. Ég var alltaf fann að labba þá, en eins og þið sjáið þá hérna, var Gulli aðeins að smella sér í brautina og skar sér ljúflega á hökunni þar, en hvað gerðist? Ég var að stökkva og datt aðeins framfyrir mig, þar sem hjólið drap á sér og lenti á hjálmun, þannig að réttin varist hann undir einu grjótinu, beint í hökunni á mér. Hafið það, en þú ert að spila leiki og þú ert ekkert mikið með þið þar, eða? Nei, ég hef ekki spilað leikinn, ef maður myndi detti sem að detti í leiknum, þá væri maður sennilega dauður, en Já, er það málið? Já. En hérna í leiknum, þá ertu mikið að nota hægri analógin til þess að hreyfa það á hjólinu. Skiptir þetta gríðarlega miklu máli í alvörunni? Notar hægri analógin til að stjórna kallinu og hinn til að stjórna hjólinu og það er alltaf bara þessi alvörunni, þú veist. Ekki bara nota hægri til að stjórna öllu. Já. Þannig að þetta munar miklu. Já, maður ekkert bara frosinn á hjólinu bara, maður þarf að vera í öllum stellingunum. Nákvæmlega. Hjólið, kallinn, þurfa að vinna saman og allar hreyfingar þurfa að gera rétt til að ná framfyrir maður. En er þetta eitthvað mál? Er þetta ekki bara þægileg svona út í vinna að vera á þessu hjóli? Reynir þetta eitthvað á mann eða? Þetta reynir alla líkamann og er mjög erfitt ef þú ætlar að stunda eitthvað alvöru en fyrir hobbykalla getur þetta verið ekkert mál sko. Já, sem fara bara á 20 brautina bara svona rétt bara útsýnstúr. En þeir náttúrulega finna alltaf fyrir þessu daginn eftir. Já, er þetta ekki svakalegt úthald? Er þetta ekki bara eina erfitt íþróttum bara sem til eru? Tekur heldur mikið á sko. Öllum líkamannum, axlir, lappir, hné. Þannig að þú ert að vera góður í æfingu? Já, þú þarf að vera mjög góður í æfingu. Okay. Eins og alla hörðustu menni, þeir æfa 2 á dag. Já, ok. Næstu alla daga vikunar. Ok. Og ertu eitthvað að smetla í ræktina? Er eitthvað hægt að keyra þannig á staðið það? Ég fer ræktina alla daga nema sunnudag. Shit. Maður halda sér formi. Ok. Já, en nú er komið að því að láta reyna á stóru orðin hvort þetta sé eitthvað erfitt. Ég ætla að prófa að skella mér í brautina og sjá hvort þú veist, hafið þetta ekki. Ég hef náttúrulega eina æfingi á mér er bara að drekka, kók og bara snakk og ætla að sjá hvort að ég hafi ekki úthald, þol og hugrekki til að taka þá við þessum brautum.